Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fréttamenn Víkurfrétta hafa verið á ferðinni að undanförnu og í þætti vikunnar þetta helst. Við erum yfirleitt með bíla hérna helgar. Það eru yfirleitt svona 6-8 bílar að keyra alla nóttina sko. En megnið af þessu fer í einhver skuttlar og annað sem eru þá meira og minna sko hvort þetta eru einhverjir útlendingar sem eru bara að keyra á leyfislausir og allslausir. Ein loka spurning, hvað finnst þér best í sjoppunni? Þinguborgarinn. Úps. Það sést kannski ekki beint á mér, en ég get borðað mikið hamborgara. Ég kannski byrjaði að spyrja þig bara svona, hvernig líf leigubílstjórans í dag? Það er mjög breytt eftir að þessari nýju lög komu þegar allt var gefið frjálst þá er þetta bara orðið hálfgerður frumskógur og það var allt gefið frjálst, verðlagning og annað og menn geta bara hagað sér eins og þeir vilja og eins og kannski og allir hafa heyrt að þá er náttúrulega ástandi í þessari flugstöð ekki til að bata það er náttúrulega allt. Það er náttúrulega, eins og ég segi, það er bara stríðsástand þarna upp frá og það er náttúrulega komið hellingur af nýjum stöðvum og þær skiptast bara til þjóðernum og þjóðarbrotum og trúarbrögðum og þetta er náttúrulega, þetta er bara alls ekki gott hvernig ástandið á þessu. Eftirlitið er ekkert. Á meðan að gamlu lögin voru, þá vorum við stanslausu eftirliti frá ríkisskattstjóra, lögreglu og athuga með leyfi og hvort þú borgaði skatta og annað. Í dag hefur ekkert verið gert, síðan nýju lögin komu hefur ekki verið litið á þetta. Þetta var, og áður en að þetta kom, þá náttúrulega voru, gömlu lögin þá var þetta álitið vera fullt starf. Nú er þetta hlutastarf og þar af leiðandi eru menn nokkuð frjálsir með hvað þeir gefa upp á sig og annað og hvað er mikið tíma á bak við það. Þetta er ekkert skoðað og ég veit ekki hvað að segja. Þetta er bara algjör frumskógur? Já, þetta er algjör frumskógur og það er til dæmis komin í þessi nýju lög núna að nú er öll hótel komin með bíla. Þau þurfa hvort að láta skoða þá eða tryggja. Af því að tryggingarnar á hótelinu dekka tjónið ef að bílarnir valda tjóni. Við erum að borga 700–800.000 í tryggingar á hverjum bíl sem leigubílstjórar. Og við erum að borga annað eins til Ísafía fyrir að fá að koma þangað á ári. Svoleiðis að þetta er orðið mikið peningaplokk og rekstrarumhverfið er náttúrulega orðið alveg, það er orðið mjög slæmt eins og þetta er í dag. Mjög slæmt. Og hvað þýðir þetta þá fyrir ykkur sem eru á A-stöðinni? Við fórum djöful út úr þessu gosi. Við mistum náttúrulega hótelin upp í Lóni, við mistum Bláa lónið sem var að keyra hér á hótelónum og sækja fólk sem var að fara í flug og koma því í flug. Við mistum náttúrulega allt í Grindavíkurbæ og það er margt sem að spila henni. Þetta hefur farið mjög illa með okkur, þetta nýja dæmi. Og náttúrulega líka þessar hamfarir. Það eru að fara djöfulega með okkur líka. Já. En hvernig var þetta áður? Það var náttúrulega mikið meira líf yfir þessu, ef við tökum bara svo í fyrrasumar. Það var mikið meira að gera fyrst í fyrrasumar og sumarið þar áður var náttúrulega mjög mikið að gera. En þetta er heldur að aukast núna og menn hafa ekkert verið, eins og ég segi, menn hafa ekkert verið matvinnungar í vetur. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Hvernig hafið þið verið að sinna svæðinu hérna heima? Við erum náttúrulega að reyna eins og við getum. Við erum náttúrulega ekki margir og höfum þar af leiðandi kannski ekki flóruna til þess að geta verið, þyrftum að vera mikið fleiri til þess að geta sinnt sólarhringsvöktunum. En við erum með símavörslu og bíla allan sólarhringinn en stundum vantar náttúrulega bíla á nóttinni sem er ósköp eðlilegt. Þegar við erum eitthvað rúmlega 50 bílar hérna núna á stöðinni en við erum alltaf með, eins og ég sagði við erum náttúrulega við svörum í síman alla dag ársins, allan sólarhringinn og vinnan hjá okkur hefur verið að dragast mjög mikið saman, mjög mikið. Við erum til dæmis ekki við þjónustum ekki Reykjanesbæ, þeir versla ekki við okkur
Sjúkrahúsið verslar ekki við okkur, lögreglan verslar ekki við okkur og hið opinbera verslar ekkert við okkur hér. Því að það víst allt bundið einhverju ríkissamning sem að boðin út í stórum einingum og við höfum ekki haft burði til að bjóða í það. Við erum bara það fáir að við höfum ekki gert það. Það er búið, eins og ég segi, þetta er helvítis ástand á þessu. Já. Helvítis ástand. Þannig að í dag eru þið kannski ekkert endilega bíðandi fyrir utan skemmtistaðana hérna niðri í bæ? Nei, það er alveg í því, sko. Það er innflytjendur í því. Þar eru bara raðir af bílum sem eru að skutla. Og hérna, við erum yfirleitt með bíla hérna helgar. Yfirleitt eru svona 6-7-8 bílar að keyra alla nóttina, sko. En megnið af þessu fer í einhver skutlar og annað sem eru þá meira og minna sko, kostindir eða einhverjir útlendingar sem eru bara að keyra á leyfislausir og allslausir. Og það virðist ekkert verið, það er ekkert gert í þessu. Það er ekkert eftirlit í eina eða neinu. Og það er ekkert hlustað á okkur? Jú, það er náttúrulega, við fáum náttúrulega alltaf svar, sko. Takk fyrir ábendinguna, við munum skoða málið. En það er örugglega í skoðun. Og það er svoleiðis með allt. Það er alveg sama hvar þú kemur að. Þetta er alltaf frá hinu opinbera, þetta bara staðlað svar. Hvað viljið þið sjá gerast? Já, í þessum leigubílakstri? Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta er náttúrulega, það er búið að eyðileggja þetta. Það er búið að stúta þessu algjörlega. Ég veit ekki hvernig menn ætla að snúa við. Þú tekur ekki hérna leyfi réttindi af mönnum sem að búið að úthluta þeim. Ég held að það sé hérna helvíti hæpið að það sé hægt. Já, það er ekkert hlaupað því að ná sér í ökuréttindi sem leigubílstjóri, svona 1 og 3. Nei, en sko, vegna þessu fólki sem er í þessu, sem hafa verið að koma inn í þetta núna, þeir eru að koma erlendis frá jafnvel, þeir eru allir með próf. Þeir fara bara í 2 viku námskeið og þá eru þeir orðnir leigubílstjórar. Og í gamla daga var þetta þannig að þú gast ekki fengið leyfi til að reka leigubíl nema að vera búin að leysa af í 1 ár hjá öðrum. Og á þessu eina ári þá síðu stöðvarnir raun og veru út þá sem ekki voru hæfir, því þeir fengu ekki að keyra á stöðvanum. Því að þá stöðvarnir eru að gefa mönnum leyfi til að keyra. Og ef menn stóðu sig ekki, þá fengu þeir ekkert að keyra áfram. En í dag er þetta þannig að reynslan byggist aðallega á því að vera fullur í aftursætinu, sko. Og það er náttúrulega margir sem hafa ótrúlega reynslu í því. Og þetta er bara hlutur sem að eyðileggja þessa tétt. Það er þessi þjónusta sem að leigubílstjórar veittu áður eins og ég sagt að fólk sem var að fara með okkur í Bláalóni, það skildi töskurnar sínar eftir í bíl og fólk svo í Bláalóni, þú sóttir þetta 2 tíma. Þetta er að fara að breytast í dag og maður myndi sjálfst ekki gera þetta sjálfur erlendis. Og gjaldtaka jafnvel orðin frumskógur líka? Já. Fólk sér ekki á gjaldmæli í dag? Nei, það er ekki, sko, það er allur gangur í því. Það er allur gangur í því og verðlagningin er náttúrulega frjáls. Og menn ráða því hvað þeir taka í raun og veru. Þú ert ekkert að gera neitt ólöglegt. Þú getur verið einn á stöð. Og þá ræður þú bara þínu gjaldi sjálfur. Og það er náttúrulega, segir sem náttúrulega sjálf, það er ekkert að taka á þessu. En finnst þér ekki svona sanngjarnt að fólk svona vissi svona nokkurn veginn hvað kostar að fara flugstöð Reykjavík eða flugstöð? Við höfum verið, sko, aðalstöðin hefur verið að keyra þetta hérna úr Keflavík fyrir 18.000 krónur, lítinn bíl í Reykjavík sem er með því, eða allavega held ég bara það lægsta sem er í gangi. Á sama tíma og þú getur farið fyrir 4 menn með 20.000 með rútunni og 8 áttir að kaupa þér leigubíl eða jafnvel að kaupa þér far með annarri rútu sem að skila þér annað gott á Skúlagötuna eða Hverfisgötuna. Og þetta er til sko, þetta er selt í flugvélunum, þessi rútumiðar, þetta er allt selt í flugvélunum. Og hérna, já, við teljum okkur hafa vera alveg samkeppnisfærir og rúmlega það með rúturnar. Þá erum við mjög samkeppnishæfir, en þetta er bara hlutur sem að skila sér ekki, því það er alltaf sagt að leigubílar séu svo svakalega dýrir. En það er kannski
bara svolítið komið óorð á stéttina svona út frá, já, svona kannski þessari ósanngjörnu aðstöðu sem búið að setja ykkur í dag? Það er komið sko, mjög mikið og við fáum fólk er mjög sko á móti okkur þannig lagað því að við erum svo miklir okrarar að það er ekki takt að versla við okkur. Þetta er bara orðið alveg skelfilegt rekstrarumhverfi að standa í þessu eins og þetta er núna. Og margir eru bara að hætta og ég hef trú á að í haust að þá verði mikill flótti Íslendinga úr stéttin. Hef ég trú á. Það er svona mín skoðun. Og þá eiga þessar litlu stöðvar engan tilverurétt. Þær get ekki rekið sig með, við þurfum 6 stöðugildi til að reka símann. Það kostar sitt. Til þess að reka símann og hérna, það sem okkur kannski sárnar mest er það að við skulum ekki fá neitt hérna frá bæjarfélaginu. Því að þetta fyrirtæki, aðalstöðin er náttúrulega, ég veit ekki hvort að menn gera sér grein fyrir því hvað mörg 100 milljónum þetta er að velta hér í gegnum bæjarfélagið. Og arleiðustörfin, bílasalarnir, verkstæðin, dekkjaverkstæð, ég meina, þetta er náttúrulega óhemja sem þetta er að skilja eftir líka. Það er sko, já þess að segja, þetta skiptir 100 milljónum það sem þetta fyrirtæki veltir á ári. Þetta er ekkert bara leigubílastöðin eða eitthvað sem skiptir engu máli í bæjarfélaginu. Hvað var það svona sem fékk þig á sínu tíma til þess að gerast leigubílstjóri? Ég get nú sagt þér það. Ég var orðinn svo gamall. Ég átti engin börn til að vera heima hjá veikur. Það var allstaðar sem ég sótt að mér tilkynnt það að ég væri orðinn svo gamall að vera ekki hægt að nota mig. En það er eins og þetta er í dag, sko, þá þarftu að eiga eitthvað börn til að vera heima hjá veikur, þá ertu gjaldgengur í vinnu. Ég var nú ekki nema rúmlega 50 þegar ég fór í þetta, 52-53 ára og það var alveg sama hvað ég sótti mér var allstaðar sagt að ég væri of gamall. Maður á besta aldri? Já, ég leit þannig á það, já. Ég leit þannig á það, en svona er nú bara vinnumarkaðurinn í dag og það er mikið fleiri ég sem hafa farið í þetta bara hreinlega út að þeir fengu ekki vinnu annar staðar. Og alltaf verið að keyra hérna suður frá? Já, ég hef alltaf verið að keyra hérna suður frá og nánast eingöngu verið á stöðinni. Ég er ekki í röðinni hérna frá, þetta er mannskemmandi að koma nálægt, finnst mér. En svo er náttúrulega eins og þessi ástandið í dag svona kannski bara farið að skemma. Þetta er farið að skemma mikið út frá sér, já. Mikið, mjög mikið. Við höfum verið að reyna að reyna að þjónusta fólki hérna í Keflavík og erum reynda með marga sem við þjónustum hérna í Keflavík eins og með hérna þegar fólk er að fara í flug og annað og bjóðast til að sækja fólk í flug og svoleiðis. Það hefur öllítið verið að því en alls ekki nóg. Svo er fólk kvartandi yfir einhverju dónaskap og annað þegar það tekur bíl í röðinu frá og það bitnar náttúrulega á okkur líka því við erum í þessari stétt. Já, maður hefur svona heyrt að því að það bregðast ekkert allir bílstjórar vel við því hérna frá að fá ykkur stuttan túr í Keflavík. Nei, við fáum 2-3 túra á morgnana af Aurora Star-hótelinu út í flugstöð sem er náttúrulega ekkert nema bara ósköp eðlilegt að það getur verið fólk, hreyfihamlað fólk og fólk með börn og fólk með mikinn farangur sem það kemur ekkert þarna út. Og þetta er allt hlutir sem að þarf að, við erum náttúrulega í þjónustu hlutverki, númer 1, 2 og 3. En það skortir orðið dálítið mikið á það í dag, að það sé virkt. Áttu kannski vonað að þú eigir ekkert eftir að tóra mikið lengur í þessu eða? Ég hef svo sem ekkert vonað því, ég hef náttúrulega orðið löglegt gamalmenni og maður er þá ekki að fara að njóta þess að vera til. Verið einhvers staðar þar sem maður getur farið út á stuttbuxunum og morgnana og svoleiðis. En já, maður veit aldrei hvað maður gerir. En getur þetta ástand verið svona mikið meira áfram? Nei, alls ekki. Þetta gerir ekkert nema bara að ganga frá þessu endanlega. Við erum náttúrulega eins og ég sé, en það er alveg hægt að skjóta því að aðstöðin er eina stöðin á Íslandi sem er bara með íslenska ríkisborgara og
tala allir íslensku og allir afleysingamenn tala íslensku, aðrir eiga ekki séns á að koma á stöðina. Það bara skiptir máli. Það er bara númer 1, 2 og 3. Það kemur enginn inn á stöðina sem ekki talar íslensku og skrifar íslensku, það bara þarf ekki að ræða. Og það er alveg einhugur það og við gætum verið mikið fleiri ef við tækjum inn útlendinga sko. Eða tækjum inn fólk sem ekki íslensku mælandi. En það er bara motto eins og það er að taka ekki inn menn með séu talandi á íslenska tungu. Því við erum að keyra hérna viðkvæman hóp, við erum að keyra hérna gamla fólkið og annað sem að bara kann ekki ensku. Vill bara geta komist klakklaust í gegnum þetta? Já, það vill það. Segðu mér aðeins svona af stöðinni og svona þessu starfi eitthvað þar. Þú segir þið eru 50. Já. Eru þið allt kallar eða eru konur að keyra líka? Það eru konur líka. Það eru nokkrar 3-4 konur eða einhverjar konur sem eru leyfishafar. Ég man nú ekki hvað margar, 3-4 eitthvað svoleiðis sem eru leyfishafar og að keyra. Það mun reyndar að eina hætta núna og flytja erlendis. Hún er á Nóaskjörinu. Og jú, þær eru, og svo eru það er alveg velkomnar eins og aðrir inn á stöðina og síst verri bílstjórar eða það er ekkert sem stoppar það, en það eru bara mikið færri konur í þessu heldur en kallar og hefur alltaf verið náttúrulega, svo veist. Er það kannski svona umhverfið og Ég bara veit ekki hvað það er. Ég get bara ekki svarað því. Hvað það er sem að Það er alltaf eins og alltaf þetta slæma, það ratar alltaf í fréttirnar, þú veist, menna það er alls konar fólk að koma í bílana, í leigubílana. Já. Og þið kannski eru að lenda í ýmsum aðstæðum. Við lendum náttúrulega oft í allra handa aðstöðum og þetta er náttúrulega bara hlutur sem að hver og einn verður að tækla og það er oft mjög skrautlegt sem gengur á sko. En sem betur fer þá er þetta nú sloppið alveg stórslysalaust hjá okkur allavega. En það er náttúrulega alltaf einhverjir sem að hlaupa út úr bílunum og eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega alltaf til staðar og hefur alltaf verið. En í svona litlu samfélagi eins og hér þá þýðir það ekkert því að það fær þá ekkert leigubíl næst. Það þekki allir alla. Við þekkjum okkar menn. Við þekkjum okkar fólk. Eru öll með þetta svona sem fullt starf eða Já, það er allir með þetta sem fullt starf. Og náttúrulega bíla í öllum starfum? Já, við erum alveg með Hverjar eru reglurnar leigubíl? Þeir mega að taka sko 7-8 farþega. Það er hámarkið og niður í 4 og það er í raun og veru eftir 9 lögin komið, þá getur alveg komið Nissan Micra í þetta þess vegna sko. En það er í raun og veru, það er allt orðið leyfilegt í dag. Já. En þið svona gerir ráð fyrir því að þið getið tekið 4 farþega og eitthvað að ferðatöskum? Já, það þarf náttúrulega, það þarf að vera, já. Eins og kannski séð þá erum við mikið af stationbílum sko. Já. Og við gerum náttúrulega ráð fyrir að geta tekið farangurinn hjá þeim. Það er misjafnt hvað fólk er með að farangri. Það getur verið alveg ótrúlega mikið á sumum. Eru þið eitthvað að fara í bæinn að keyra? Nei, það er einn og einn svona helgar sem kannski fer í bæinn og tekur eitthvað kúðar og kemur suður til aftur. Og þessi vinna sem við höfum, hún byrjar yfirleitt svona upp úr 3. Þegar að við erum að byrja að taka hér á hótelunum þar sem þeir nota okkur sko, eða sem við, þú veist, erum að keyra fólki í flug. Í fyrsta flug er náttúrulega farið fyrir 6. Þá er svona kropp á þessu svona fram að 8 sko. Þá kemur smá lag við það. Þá til að verður farið að dæla í síðdegisflugið. Þetta er oft svolítið ókristilegur vinnutími. Hann er algjörlega ókristilegur. Sko svo er náttúrulega álagspunktur aftur miðnætti líka sko. Þegar að flugin er að koma miðnættið og þá er álagspunktar líka og þá eru þeir sem eru kannski koma 2-3 á nóttinni. Þetta er heima að sofa. Jó, þetta er langur vinnudagur og
og hérna, og ókristilegur og alls ekki fjölskylduvænn. Því það allir dagar eins. Það samt ástæðan fyrir því að þú fórst í þetta eftir að þú varst búin að losa við börnin, þannig að það væri orðið hérna... Já. Þetta er, eins og ég segi, þetta alls ekki fjölskylduvænt eða annað. Þetta svo mikil yfirlega. Þetta er djöfisins yfirlega á þessu. Þú ert aldrei í raun og veru frjáls. Þú getur ekki að hætta að vinna klukkan 5. Svo hringir einhver í þig eða stöðin í þig og vantar þetta og vantar hitt. Það náttúrulega verður menn að reyna að bregðast við því eins og til að reyna að gera eitthvað. En hvað, þið stundum að lenda í svona óvæntum útköllum bara, þú veist, það allt í einu bara kemur hérna ferðamaður og hann langar að fara austur að Jökulsárlóni eða jafnvel bara eitthvað langt út á land? Já. Það kemur alveg fyrir, sko. Það kemur alveg fyrir. Menn lenda út á land og það ekkert og stundum þetta pantað á stöðinni, stundum þetta bara úr flugstöðinni og annað. Þetta voðalega, menn það alveg sko, kemur svolítið af því sko. Að menn að fara svona lengri túra. Og menn bara klárir í það? Já, þú verður að vera það. Ef þú ætlar að vera í þessu, þá verður bara að vera klára að vara á þessu beðir. Hvað hefur þú farið lengst? Hornafjörð. Skjótast eftir mann í flug. Mikið ásilegt? Já, það verður látið sig hafa þetta. En þetta ekki bara líka svona ágætis tilbreyting í hérna? Það ekki alltaf, eins og segir, með Hafnargötu rúndinn? Jú, þetta ágætis tilbreyting þegar maður upplæður í það. Þetta ágætt og svoleiðis Mikið nýliðun á stöðinni hjá okkur? Eða þetta svona, þetta menn sem eru búin að vera lengi í þessu? Margir eru búin að vera mjög lengi. En svo náttúrulega það nýliðun líka, sko. Það kom svolítið mikið inn í fyrrasumar, sko, sem aftur svo bara uppgötvuðu það að þetta var ekkert fyrir þá eða bara sá ekki það sem þeir héldu, þessa gullkistu sem þeir héldu að þetta væri. Og það ég held að verði, sko, að menn fari ekki inn í annan svona vetur eins og var í vetur. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Margir hverjir. Já, eins og segir, það tryggingarnar hjá okkur eru ekstra dýrar og þið borgið aðstöðugjald ef þið viljið vera í flugstöðinni. Já. Og svo þurfum við náttúrulega að borga stöðvagjald og annað, sko, og reka okkar bíla. Þetta náttúrulega... Og þið keyri mikið, þannig að þið eru oft á smurstöðinu og það oft verið skipt dekk og annað slíkt. Já, það fara nokkrir gangar á ári. Þetta ekki alveg eins og að reka heimilisbíl. Nei. Menn að keyra óheimil mikið sumir. Menn að fara yfir 100.000 á ári, sko. Þetta margir sem endurnýja bara árslega bílana sína. Eru leigubílstjórar ekkert að fara í rafmagnið? Hvar var það á? Já, það er spurning. Það eru reistar hér, það stöð þarna upp frá með hérna á að vera svo stærsta og flottast í Evrópu en hún ekkert að skila því sem að sagt Þetta bara, það alltaf að eiga rafmagnsbíl örugglega og átt annan með til að fara á hana til hátíð. Það getur vel verið að fólk sætti sig ekkert tíma við það þurfa að stoppa í klukkutíma einhvers staðar á einhverjum staur og bíða eftir að bíllinn geti haldið áfram. En í dag held ég að það sé ekki. Við erum með nokkra rafmagnsbíla á stöðin, sko. En ég held að það myndi ekki henta mér. Það alveg ljóst. Við erum með nokkuð 3 eða 4 rafmagnsbíla, 4 allavega. Og þetta bara spurning hvað fólk velur sér. En fyrst og fremst held ég að það sem aftur af því að menn séu með rafmagnsbíla, það held að það sé líka, sko, hvar þeir eiga það á og koma af stað. Manni skilst að þetta er svo út á landi víða eins og bara leiðin norður á Akureyri. Það getur verið biðröð þar að komast í hleðslu til að geta haldið áfram.
Þannig að það eitthvað í það að rafmagnið svona nái yfirhöndinni í þessum bransa? Já. Ef við ætlum að fara að rafvæða bílana þá þurfum við að skipta dreifikerfi í götunum. Það ber það ekkert. Nei. Við urðum nú vel varið við það þegar að heitavatnið fór hjá okkur. Hvað máttu nota? Er það ekki? Jú, það er þannig. Þetta er mjög, þetta er mjög skrítið allt saman, hvernig þetta er. Mjög skrítið. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hver kannast ekki við sjoppuna í sínu bæjarfélagi? Hérna er Brautanesti, sem er búið að vera hérna við Hringbrautina í Keflavík, allt frá því að ég var lítill pjakkur í skóla hérna rétt hjá. Það er sérstök sjoppamenning sem að Íslendingar kannast mjög vel við og við ætlum aðeins að kíkja hérna inn fyrir og heyra í eigandum Brautanestis. Þetta er orðið svolítið gömul sjoppa. Geturðu sagt okkur eitthvað smávegis frá Brautanesti? Er þetta alveg hundgamalt? Mér skilst þetta sé frá 1956 en við kaupum þetta fyrir svona 2,5 ára síðan og ég þekki reyndar ekki mikið söguna í kringum Brautanesti en mér skilst að það hefur verið ýmislegt hérna, bílaleiga og fleira. En hvernig svona sjoppumenning, hún hefur verið að breytast á Íslandi undanfarna ári. Þetta er að fara mikið inn á bensínstöðvar og svona. Finnst þér, þú finna mikið fyrir því? Þú veist, eru þeir sem að koma, eru þeir ánægðir að geta komið í gömlu sjoppuna sína? Já, það eru margir sem hefur talað það þegar koma hingað og sérstaklega að tala nammiborðið okkar. Það er ekki á mörgum stöðum lengur sem er hægt að velja sér svona. Það er alltaf þessi stóru nammibarir út allt á bensínstöðum og 10-11 til dæmis. Þannig að það er alveg löng hefð fyrir bland í poka? Já, það er það. Og er enn? Og er enn, já. En maður spyr þá, hvað er þá vinsælast í sjoppunni? Vinsælasta hjá okkur í mat á grillinu eru baconborgararnir. Þeir eru mjög vinsælir. Og svo erum við náttúrulega með beint frá býli hamborgara sem er 100% nautakjöt frá mýranaut og höfum verið að pröfa núna nýtt sem eru brautaborgararnir okkar og það er svona litlir hamborgarar bara til þess að koma með eitthvað aðeins ódýrara. Akkur ferði ekki inn? Akkur ferði ekki inn? Það er því að hundurinn hann er svo vopnaður að vera eitt sko. Hefur við veslað hérna átt? Við erum að rannsaka hérna, þetta er elsta sjoppan á svæðinu. Ég kem svona yfirleitt svona, nokkur reglulega, svona einstakar sinnum að mann til sjoppin. Búin að vera lengi? Já, þetta er ætla sér ekki að vera svo elsta. Viðskilítin eru ekki. Hvað finnst þér sjoppumenningu svona? Það hefur breyst mikið. Já. Það er dottið út. Já, fyrst það er lokuð aðalstöðinni. Hún var nú bara á landsfræ. Þannig að það var nú bara umrætt sko. En þegar þú varst yngri, fórstu mikið, maður eftir að fara mikið í sjoppur og fengið þér svona eitthvað nammi og kók og svona? Já, það er náttúrulega sko landsfrægar sjoppur sem þessi Ástursjoppa sem flestir verður nú eftir hérna. Pínu lítil sjoppa, pulsa og kók sko. Þórðarsjoppa, Stjarnan, þetta voru svona nokkuð þekktar svona skemmtileg sem krakkarnir við voru að koma og fullorðnir inn það líka, þetta svona var bara allt saman, þetta var allt öðru vísi, ekki þessi skyndibeitar eins og í dag sko. En hvað með svona í namminu, þú veist, þegar við vorum að tala bland í poka, er eitthvað vinsælla þar en annað? Sko, náttúrulega kirsuberin eru vinsælust, ef við ætlum að tala einstaknammi hérna. Og þetta bleika súra, kallum þetta súrir púffar. Þessi tveir vilja oft taka einn svona og einn af þessum svörtu og blanda þeim saman, ég veit ekki. Er ekki alltaf einhverjum sem biður eitthvað sterkt með? Jú, fólk vill, náttúrulega, þetta er voða misjafnt hvað fólk vill. Það er oft sem að fólk, sérstaklega í lúgunni, biður okkur við viljum bara fá hlaup og ekkert sterkt og bara súkkulaði. Er fólk að koma á vissum dögum, eru krakkarnir að fá að koma á nammidögum eða eitthvað slíkt? Já, við reyndar erum ekki með eins og 50% afslátt á laugardögum. Við getum það ekki, því miður.
En eru krakkarnir að koma hérna eitthvað á skólunum? Já, já, þau koma, við erum með fasta kúnna hérna á morgnana og 3 hérna færðu okkur kökur í morgun sem þau voru að baka og alveg, þannig að við ákveðum að bjóða viðskiptavinum upp á köku og kaffi í dag út af því að þeir voru svo góður að gefa okkur. Hvað svona meðaljónin út í bæ, kemur hann inn og veist, ég man eftir hérna fyrir mörgum árum, þess að 40 ára síðan þegar ég var pjakkur hérna, þá kom maður og fekk sér hérna Sirius, lengju með lakkrísröri og kannski Prins Polo. Er þetta ennþá í dag? Já, við megum eiginlega ekki fá neitt nýtt hérna inn, það selst ekki. Fólk vill allt þetta gamla eins og lakkrísrörin eru vinsælust og Prins Poloið. Já, við höfum reynt alltaf að vera með eitthvað nýtt nammi, alltaf verið að bjóða okkur sölumennir en þetta bara gengur ekki. Fólk vill þetta gamla. Fólk heldur í hefðirnar í þessu eins og í svo mörgu? Já, það gerir það. Ég sé að þú ert með lúgur hérna, ég man ekki eftir að það hafi verið lúgur hérna. Nei, náttúrulega, þetta var hérna þegar við keyptum sjoppuna. Og við erum með lúi hérna á grillinu aðalega fyrir fólk sem er búið að panta hinum megin og sendu það hringinn sko. Svo getum haldið áfram að afgreiða. Þú getur afgreitt fleiri og þú ert svona kannski að spara einhverjum sporin. Já. Virkar þetta vel? Það gerir það. Það gerir það. Ertu að spila svolítið í lottóinu, Sæll? Sæll. Já, ég ger það svona öðru hverju. Kemur alltaf hingað? Já, yfirleitt. Af hverju? Hér er vinningsvonni. Já. En hvað gerirðu? Velurðu þína sjálfur eða er þetta sjálfa? Þetta fyrir mig. Þú vilja það? Já. Hefur einhvern unnið? Já. Stóra tölur? Nei, ekki stórar en margt smátt gerir stórt. Það skal fá vinning hérna upp á 1200. Já. Ertu með vinning þarna? Já, það er 1250 krónur. Erum við ekki alltaf að bíða þetta heim stóra í lottóinu? Jú, er ekki allir að bíða því stóra? Já. Í lottóinu eða happdrættinu? Hvað á ég að borga þér? 770. Lottó er vinsælt alltaf? Lottó er rosalega vinsælt og stundum þá erum við bara að biðja til þess að vinningunum fara út því að við höfum ekki undan hérna á laugardögum stundum. Þegar hann verður stór þá erum við bara á milljón og það er rosalega mikið að gera í lottói. Við erum hérna með einna fasta kunnunum í Brautarnesti, hann Bergsteinn Jósefsson. Hvað segirðu Bessi? Hvað ertu að gera hérna? Nú er ég að fara að fylla út lengjuseðil og geturunarseðil. Og þú átti með 2 af þessum vinningum að það. Þetta er alveg 2 geturunarvinningar, 350 og 450 og það voru vinningar sem voru eitthvað hærrið, ekki? Já, voru... Fékkst eitthvað fyrir 12 og 11? 12 og 11 og 10. Örðum 1100.000, það var allt í allt. En ertu að fylla út lottóið og lengjuna og eitthvað annað? Nei, ég er nú lítið í lottóinu. Það er bara ef það er stóru vinningu, þá kaup ég einn með. Litla líkur þar eða? Maður ræður svo litlu þar, sko. Það er meira í geturum að hóttum að fara eftir hvernig úrslitun hafi farið áður. Og ertu duglegur í geturunum? Ertu mikill áhugamaður um ensku að boltan líka? Ég kaupi á hverjum laugardegi fyrir 1100 krónur. Bara ákveðið kerfið sem ég er með. Eitthvað sem þú ert búinn að finna út sjálfur eða? Já. Það hefur gengið vel? Já, það gengið mjög vel. Það er alltaf fyrir miðunum. Hvernig finnst þér að koma hérna í sjoppuna? Þú manst nú eftir sjoppamenningun í langa tíma. Finnst þér þetta að hafa breyst mikið? Já, þetta er svona persónulegra hérna, sko. Maður er náttúrulega komið hérna sem maður krakki. Maður er alltaf hérna, sko. Rúna, er hann góður kunni? Hann er það, mjög. Hann er alltaf mjög kurteis og gaman að spjalla við hann. Ertu ekki að hjálpa honum að fylla úr geturunarseðilinn? Nei, má það ekki. Vill? Sumir kúnnarnir hérna virðast meina það að ég sé óhappa eitthvað, já, ég veit ekki. En Rúna, hvað segirðu með þessa spilakassa hérna? Þeir spila svolítið stórt hlutverk í rekstri svona sjoppu? Já, þeir gera það. Þeir spila mjög stórt hlutverk. Hvenær er fólk að koma og spila? Bara á öllum tímum. Þau eru hérna stundum nánast að bíða eftir að við opnum og svo eru þau hérna og við þurfum nánast að reka út á kvöldin. Og hefur orðið vitni að stóru vinningum í kössunum? Já, hvað er hæsti sem að ég hafa yfir 100 á skallin. Og hvað er, sett 10 skall í eða eitthvað. Það grættu vel, ég man ekki hver það var sem. Ert þú ekkert í kössunum? Já, ég eitthvað aðeins. Það finnst ég aðeins út úr honum.
Hvernig eru líkurnar þar? Það eru, ætla maður setja ekki yfirleitt meira heldur en maður fær, ég held það. Þannig að getur sagt að þetta sé innan gæsalappa gott málefni þó að sumir séu, eru óhressir með spilakassa? Já, ég spái nú ekki mikið því. Það er nú yfir góðu félagskapur inni þegar menn eru í kassan. Maður þekkir orðið alla hérna. Færið þér kók og prins hérna hjá henni Rúnu? Ég hef nú aldrei fengið neitt hér sko. Nei, ég er nú að fíblast. Ég ætla að fá mér allavega kaffi. En hvað með puls og kók? Puls og kók, mjög vinsælt líka. Hvernig get ég gleymt því? Allt í henni myndi ég eftir? Já, þetta er náttúrulega eitt af því vinsælasta sem við höfum. Það eru náttúrulega puls og kók. Og við erum með, hálfsíðuskók og puls á 500 og með kók í gleri á 460. Og er fólk svolítið sérviturt í hvað það vill hafa á pulsunum? Já, vill koma fyrir fólk. Við getum orðið svo ringluð og rugluð þegar fólk er að biðja remólaði undir og yfir og mikið af steiktum lauk, engan hráan og allt, þú veist. Það var kannski 4-5 pulsur í hvert bíl og allir vilja eitthvað sérstakt og stundum gerum við mistök. Borðar það pulsuna sjálf? Já, við gerum. Það fer ekki til spillis. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Nettó úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu. Í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni. Fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.